Hvað heitirðu, hvað ertu gamall og hvar áttirðu heima á unglingsárunum? Ég heiti Björn Ingi Finnsen. Ég er 67 ára ungur. Ég átti heima á Vesturgötu 42 á Akranesi þegar ég var unglingur og þegar ég var barn líka. Og þar átti ég heima megnið af árinu þangað til ég fór norður til Akureyrar til þess að fara í landspróf. Eftir það kom ég einungis hingað heim til Akranes á sumrin til þess að vera í sumarvinnuvinni og hjá foreldrunum og systur. Í hvaða skóla varst í á unglingsárunum? Fyrst var ég í barnaskóla Akranes. Ég fór reyndar þegar ég var 6 ára gamall, þá fór ég í tímakennslu sem var skóli eins konar áður en ég fór í barnaskólan. En síðan fór ég í barnaskóla Akranes, því næst í gagnfræðaskólan á Akranesi og var þar þangað til ég lauk 8. bekk. Þá fór ég í landspróf norður á Akureyri við menntaskólan þar. Síðan þegar ég var búinn með menntaskólan fór ég í Háskóla Íslands og síðan í Háskólan í Edinborg. Varstu með einhverja sumarvinnu þegar þú varst unglingur? Já, ég var eiginlega alltaf með sumarvinnu. Reyndar byrjaði ég 7 ára gamall á því að skera spyrður á Eyrin á Akranesi. Síðan þegar ég var 12, 13 og 14 ára gamall var ég í sveit vestur í Dölum og þegar ég hætti að vera í sveit á sumrin þá vann ég hér fyrst í frystihúsinu á Akranesi, síðan við það að steypa götur á Akranesi, síðan við grjótnám fyrir brimvarnargarða á Akranesi og gerði ýmislegt annað líka, meðal annars var ég að mála með málaramisturum. Áttirðu þér einhver áhugamál? Ég átti fullt af áhugamálum, var sjaldan heima þegar ég var hér á sumrin, kom að vísa í mat og svaf á Vesturgötunni, en mjög fljótlega eftir að kvöldmat var lokið þá annaðhvort fór ég út til vina minna eða vinir mínir komu og náðu í mig og við gerðum náttúrulega ekkert alltaf neitt ægilega mikið, ekki voru tölvuleikir, ekki var sjónvarp. Það kom fyrir að við fórum í bíó, kannski ekkert endilega alltaf til þess að horfa á myndirnar, heldur til þess að horfa á stelpurnar sem voru þarna jafn gamlar okkar og voru með okkur í bekk. Það var mikið að við stunduðum fótbolta og ég var í fótboltaliði og skal ekkert monta mig af því að það gekk vel í fótboltanum þegar ég var á yngri árum. Manstu eitthvað eftir fermingunni? Ég man ekkert mikið eftir fermingunni sjálfri. Ég man jú, ég satt í kirkjunni, ég man jú að eitthvert fermingarvers var sett inn í blátt Nýja testamenti held ég og ég man aftur miklu meira eftir spurningatímanum þegar við vorum með mikið læti, krakkarnir, áður en presturinn kom. Þegar presturinn kom þá hættu lætin og við tókum eftir, en við tókum líka eftir öðru sem var að ske í kringum okkur, hvaða strákur var að horfa á hvaða stelpu og þar fram undir götunum. Ósköp eðlilegt allt saman. Fórstu nokkuð í tívolí á unglingsárunum? Já, það var tívolí svo kallað í Vatnsmýrinni held ég það heiti, í Reykjavík og ég gerði svo frægur að komast þar inn og man eftir svona hringþotum, ég man eftir bílabrautum, ég man eftir skotbökkum, en það kostaði allt töluvert, þannig að ég átti reyndar heldur ekki heima neitt í Reykjavík og fór ekki oft í tívolí, bæði peningarnir og síðan átti ég heima á Akranesi. En það var ýmislegt annað, það voru sem sagt bíóin og svo var hérna líka á Akranesi var búð eða sjoppa sem var kölluð Sigga sjoppa og þar hittumst við unglingarnir margoft og drukkum saman kók og borðuðum kannski staur eða eitthvað því um líkt. Hvernig var tískan þegar þú varst unglingur? Ég man ósköp lítið eftir tískunni í sjálfum sér, en ég man að
á einum tíma átti ég forkuna fagra leðurúlpu og gekk í henni daglega. Það var rétt hérna áður með úrunni áður en ég fór að sofa og sömuleiðis keypti vinur minn stórar og miklar bomsur sem kallaðar voru og ég fekk leyfi til þess að kaupa mér bomsur eins og hann átti og það eru til myndir af þessum félögum, mér og þessum hinum, í þessum stóru og miklu bomsum sem voru allt og stórar á mér en dugðu mig vel þegar ég var í frystiklefunum í frystihúsinu. Því þá gat ég verið í 3 ullarsokkum því að bomsurnar eða klossarnir voru svo stórir og mér var aldrei kalt á tánum fyrir bragðið. Manstu eitthvað eftir lýðveldishátíðunum þegar þú varst unglingur? Nei, ég geri það vissulega ekki því að ég er fæddur 2 árum áður en lýðveldið er stofnað en ég man eftir 17. júní hátíðahöldum sem haldin voru hér hinga og þanga bæði upp á íþróttavelli og sömuleiðis á götum úti þar sem meðal annars var varpað kúlu og farið í spretthlaup og annað slíkt. En eftir lýðveldishátíðinni varðandi stofnun lýðveldisins 1944 man náttúrulega ekkert eftir því. Hvernig var maturinn? Maturinn var ósköp venjulegur nema það voru ekki pizzur eða hvað þetta heitir nú allt saman núna. Ég borðaði allan venjulegan mat, fisk og kjöt, súrt slátur, kæsta skötu, signa grásleppu og þetta var bara ágætt. Hvernig var heimilishaldið? Ég hugsa að það hafi verið svona venjulegt heimilishald eins og var hjá flestum öðrum mínum jafnöldurum. Við vorum ekki það sem kalla má fátæk. Pabbi var alltaf í fullri vinnu og stjúpmamma var aftur heimavinnandi en varð samt í kringum 1957 með fyrstu útivinnandi húsmæðrum á Akranesi þegar hún lærði til þess að verða sjúkraliði og síðan röntgentæknir. Geislafræðingur heitir það víst núna. Takk fyrir viðtalið. Sömuleiðis.